líka frægt og þjónustu fólks við svona sjúkraþjálfarar og allt svoleiðis sem svona ýmsir punkta hérna. Við byrjum á því, þá byrjum við bara. Leggist á bakið, láti vefi snúa upp. Dreigið hægri öxlina eins langt og þið getið og endilega láti höfuðið fylgja með. Greppu báða fætur, rennið höndinni undir hnéskína. Komið á 4 fætur, eigið nafla í átt á loftum eins langt og þið getið. Lyftið fætinni svo upp með hnésbótinni. Standið bein við mjaðmaðgrindina milli fótanna. Haldið í bakkann, hliðrið vegginn með öðru fæti. Finnið hvernig leynilegir rasslöðin fylgir með. Þessi sem venjulega díglarlaus. Setjið kollan undir hálsinn. Það flækist bara fyrir ef þið setja hann undir hnjánna. Þið leynið svo ekki að anda. Það er fint hérna að ég sé ekki hvort einhverju orðið blá. Passið að missa ekki nafla. Þannig að aðalatriðið í jafnvæginu. Setjið með gott bil milli fóta. Látið höfuðið og handleggi dígla. Reysið ykkur varlega upp og takið höfuðið síðast. Liggjið á 4 fótum. Spennið nafla upp. Það er að segja ef þið hafið ekki misst baki. Svo má ekki gleyma konunni sem gekk frá heilsustofninu og niður í handurabúðina. Það lítið svo mikið, það fannst ekki á henni þurr dropi þegar hún kom heim. Svo má ekki gleyma konunni sem gekk frá já, ég búið að segja það. Herðið nú rassinn á hægra fæti. Jæja. Ég ætla kannski að bæta einhver píku hérna við, sko. Segjum við þetta að þetta er allt svona fullur fólk, sko. Það var gamalt fólk sem bjóð að búa saman alltaf síðan 10 áratugi en ógift bjóð alltaf saman eins og væri bara hjól. Og hann vann í einhverja verkstæði kaffiföru og allt í lagi það. Svo eins og einu í kaffitímun á verkstæðinu þá segja strákvöldið við kalli. Hörðu þau kallið minn? Þú ætti bara að fara í þetta bara að fara í giftingu. Það getur verið eitthvað vesinn með erflaðamál eða svona eitthvað, ef við komið eða degið annað, þá verður eitthvað erfingja vesinn. Já, kallinn hugsaði máli svo að kemur hann heim og þau fótt sér að borða svo setjaði við kaffibottu kvöldin. Þá segir kallinn, hörðu minna, ég ætti bara að gifta okkur. Já, hörðu, já, hver er það að vilja okkur? Svona sögurmaðurinn. Sögurmaður sem gengur landið og er að selja eitthvað og hitt og annað. Og hann var ekki sig. Bátt á Fyrirbæri. Og það er bóndi kemur til dyra og hann spyrir til frúnni. Þeir vilja alltaf selja hvorur, það er ekki að selja köllum. Þeir hlusta ekki á það. Hann segir að hún sé ekki heima. Nó, segir sögurmaðurinn. Og ég ekki aðeins koma inn og hingra. Jú,
konan? Já, hún út í kirkjugarð. Já, hinn yngur aðeins. Svo segir hann, hörðu, heldur þú verið lengi þarna út í kirkjugarði? Já, hún búin að vera þar í 12 ár. Skattfiskur hestamenn, hestabóki, stór bóki átti við, annar 100 hesta. Og hann hafði það og hann átti 2 góða garðhesta, annar hétt Rauður og hinn Gráni og þeir voru hafðir í girðing og það rétti tún í kantinn svo að verið stutt að fara heim á bæ. Og það var bara regli í sveitinni og í nágranninu að menn bara fóru og tók hann á Gráni eða Rauð og notiðu hann og lét hann klára verkið. Fóru svo heim á borguðu bara vondanum alltaf 250 og 200. Alltaf verið það. Svo kemur einn snillbóndi, vaknar og dóttirinn kemur til dyra. Og hann spyr eftir, er kallinn heima? Nei, hann ekki heima, segir henni. Farðu bara hann og sagt annarkvæmt hestin Rauð eða Gráa, komdu svo bara og borgaðu. Já, hann er alltaf það sko. Það er svolítið meira vandamál, ég þarf að tala með það höfðurinn. Sko, hann Nonni bróðurinn, hann er búinn að barna dóttir mína. Nú, segir stelpan, já, hvað segir? Já, ég hef ekki hugmynd hvað pabbi tekur fyrir Nonna.